Krakkar, kíkið bara á þessa mjúku risaeðlur. Trex. Vá, kíkið á þennan Trex. Hann getur teygt sig, skroppið saman og öskrað. Krakkar, mig langar að gera skemmtilega tilraun. Komið og prófið með mér. Þessi tilraun er að fylla leikföngin með vatni og sjá hvað gerist þegar við setjum of mikið vatn. Nú er það tómt, svo við skulum setja slönguna inn. Þegar við fyllum gúmmíleikfang með vatni, því meira vatn sem fer inn, því meiri þrýstingur myndast. Og vatnið þrýstir sterkt á veggi leikfangsins. Gerið þessa tilraun aðeins með fullorðnum. Ég veit ekki hvenær það mun springa. Það er svo stórt. Vá, þetta er risastór Trex og Velociraptor Blue. Leikföngin mín lifnuðu við, ég bjóst alls ekki við þessu. Ég þarf að hlaupa. Ég þarf stað til að fela mig. Þetta litla hús er fullkominn staður til að fela sig. Vá, þessar risaeðlur eru að kalla á okkur til að taka þær. Pyroraptor, Gigantosaurus, Velociraptor Echo. Vá, svo teygjanlegt. Þegar þú togar eða þrýstir á gúmmíleikfang, breytir það lögun því það er teygjanlegt. Svo flott. Förum út og gerum nokkrar tilraunir, krakkar. Vertu tilbúin, Dino, nú ætla ég að fylla þig með vatni. Ókei. Gerið þessa tilraun aðeins með fullorðnum. Leikfangið okkar er eins og blaðra. Því meira vatn sem við hellum inn, því meira teygir það gúmmíið. Ó, minn góður, við skulum fela okkur. Ég mun fela mig þar. Charnosaurus er ein af mínum uppáhalds risaeðlum. Og hver er þín uppáhalds? Vá, svo teygjanlegt. Teygja hjálpar okkur að skilja hvernig boltar, leikföng og gúmmíteygjur virka. Ég valdi 3 af mínum uppáhalds risaeðlum. Förum út og leikum okkur með þeim. Gerið þessa tilraun aðeins með fullorðnum. Gúmmíið teygist svo hratt. Nú verðum við að bíða. Ó nei, leikföngin mín urðu að risum. Ég þarf að hlaupa. Ó, þú ert líka hér. Má ég vera með? Auðvitað, komdu fljótt. Teygjanlegt efni getur teygt sig og síðan farið aftur í upprunalega lögun. Lögmál teygju í verki. Því meira sem þú togar í þau eða fyllir þau, því meira teygjast þau en aðeins upp að ákveðnu marki. Ef þú togar of lengi, getur það brotnað eða jafnvel sprungið. Förum út núna og gerum yfirfyllingartilraunina núna. Tilgangur vatns yfirfyllingartilraunarinnar er að sjá hvað gerist við teygjanlega efnið þegar við bætum við meira og meira vatni. Við munum fylgjast með hvernig leikfangið þenst út, hvernig þrýstingur fer inn og hvað gerist þegar leikfangið getur ekki teygt sig lengur. Þetta hjálpar okkur að læra teygjanleika, þrýsting og mörk efna.
og hún breytist í stóra risaeðlu. Þetta Velociraptor Charlie, T-Rex og Spinosaurus. Ég bjóst ekki við að þetta myndi gerast. Hlauptu. Þessi tilraun hefur farið allt of langt. Þetta Spinosaurus. Loksins slapp ég frá þeim. Ég ætti að fara heim núna. Komdu inn. Skoðaðu bara risaeðlurnar mínar. 1, 2, 3. Það kominn tími til að fylla þig með vatni. Skoðaðu magann hans. Svo flott. Ég held að þetta sé hans takmörk. Ó nei, leikföngin mín stækka. Sástu hvað gerðist? Þetta Mosasaurus. Þau eru svo ógnvekjandi. Krakkar, hvað eigum við að gera við risaeðlurnar okkar núna? Ég veit, við verðum að finna töfrasprotann okkar. Til að breyta öllum risaeðlunum aftur í leikföng. Allt í lagi, finnum hann fljótt. Ekki hér. Ekki hér heldur. Kannski það þarna uppi? Ekki þar. Hvar þessi töfrasproti? Krakkar, ég fann hann, óskið mér góðs gengis. Ég ætla að fara og breyta risaeðlunum mínum aftur í leikföng. Gangi þér vel. Þetta Tyrannosaurus Rex og Velociraptor Blue. Þær eru báðar kjötætur risaeðlur. Þær hafa beittar tennur og klær til að ná sér í mat. Þær eru báðar úr sömu risaeðlufjölskyldu sem kallast Theropods. Náðu þeim. Sjáðu, Pararaptor, Giganotosaurus, Velociraptor Echo. Ó, vá. Allar 3 risaeðlurnar eru kjötætur. Þær hafa beittar tennur og klær. Ó, rólega, rólega. Þetta Carnotaurus og T-Rex. Og Velociraptor Blue. Tími til að fara aftur. Þetta Velociraptor Charlie, T-Rex og Spinosaurus. Skoðaðu litina þeirra, appelsínugulur, rauður og græn. Ég verð að vera varkár. Þær höfðu allar öfluga veiðihæfileika. Þær voru hraðar og klárar. Við skulum breyta þessum risaeðlum aftur í leikföng. Vá, sjáðu, þetta Mosasaurus. Vá, þetta Dilophosaurus og Velociraptor. Nú komið að því að breyta þér aftur. Krakkar, við söfnuðum öllum risaeðlunum. Þetta miklu skemmtilegra en að hlaupa frá risastórum risaeðlum. Í dag lærðum við að vísindin geta útskýrt jafnvel brjálæðislegustu hlutina, frá því að stækka leikföng til risastóra risaeðla.
Og forvitni leiðir til ótrúlegra uppgötvana. Það satt, Steffi. Í dag lærði ég hvernig lögmálið teygjuvirkni virkar, með því að sjá það í framkvæmd. Að læra nýja hluti á meðan maður leikur sér svo skemmtilegt. Eva, Alice, kíkið bara á þessa risaeðlu. Vá! Alex, Eva, Alice, ég kom með skemmtilega áskorun fyrir ykkur. Grímur á. Virkjaðu risaeðlurnar. Slökktu á risaeðlunum. Hæ, Hæ, þið þurfið að finna allar risaeðlurnar á 30 mínútum. Þetta til að merkja risaeðlurnar sem þið finnið. Þegar þið finnið risaeðlurnar, þurfið þið að setja þær á þennan pall. Sá sem finnur flestar risaeðlur vinnur verðlaunin. Skemmtilegan tíma í fljúgandi risaeðlu hóprukastafanum. Eru þið tilbúin, krakkar? jippi, ferum. Sjáum hvernig þeim gengur. Ég faldi risaeðluverðlaun alls staðar. Hvar gæti hann verið? Nei. Eru einhverjar risaeðlur hér? Kíktu bara á þessa sætu risaeðlu. Truflunarplanið mitt virkaði ef að féll fyrir því. Hvað þetta? Þetta lítur út fyrir að vera skemmtilegt. Bíddu, ég gleymdi. Ég þarf að finna risaeðluna. Já, ég fann eina. Þessi teppi lítur undarlega út. Það lítur út fyrir að vera eitthvað undir því. Önnur risaeðla. Nei, þetta skammtari. Ég þarf risaeðluleikfang. Ég fann þig, óþekki. Hey, Alice, ég var hér fyrst. 1, 2, 3. Vá, hvað þetta? Þetta skemmtilegt. Alex féll líka fyrir því. Skemmtu þér vel. Vá, ég vann 2 egg. Kíktu á þessa litlu risaeðlu. Bíddu, ég ekki hér fyrir þetta. Ég þarf að finna risaeðlurnar. Skönnun á herberginu byrjaði. Ég fann þann fyrsta. Komdu hingað, litli. 4, 5. Þetta bara risaeðluflaska. Ég þarf risaeðluleikföng. Hvað þetta? Vá, svo mörg risaeðlusnar. Hey, Eva, ekki borða of mikið sælgæti. Þú þarft að finna leikfangin. Rétt, sælgæti slæmt fyrir tennurnar mínar. Finna risaeðlurnar. Hér önnur. Bíddu, hvað það risaeðla í ísskápnum? Six, 7, 8. Þarf að finna fleiri. Nú þú mín. Kannski eru fleiri. Já, það eru fleiri. Ég þarf að flýta mér. 9, 10. Vá, ég trúi ekki að ég hafi fundið 3 risaeðlur. Skoðum hundahúsið. Ég á möguleika á að vinna. Sjáðu, það risaeðla að fela sig.
heppni. 16, 17, Ég held að ég hafi fundið nokkrar risaeðlur. Förum að ná í það. Ég í lagi. Að minnsta kosti fékk ég risaeðlurnar. Ó, fleiri risaeðlur. Förum og náum í þær. Komdu hingað. Gefðu mér þessar risaeðlur. Nú ég með 5. 22, Við skulum skoða þetta. Ó nei, einhverjir að koma. Allt í lagi. Förum að skoða baðherbergið. Eru þetta risaeðlu baðbongur? Við skulum skemmta okkur. Ó, vá, risaeðlur. Ó, förum. Það svo freyðandi. Sjáðu þessa litlu risaeðlu. Nú skulum við gera bleikt og appelsínugult. Þetta eru ekki leikföngin. Þau eru allt of lítil. Sjáðu, ég fann þau. Ég fékk 3. Heppin veiði. 30. Ó, svo margar risaeðlur. Nú skulum við setja þær aftur. 36. Vissu þið, krakkar, að mörg Trex-beinagrindur fundust í Bandaríkjunum og Kanada? Sjáðu risaeðlurnar. Heldurðu virkilega að ég myndi ekki finna þig hér? Komdu með mér. $39. Ó, ég fann þig. Hvað þetta? Við skulum skoða það. Kannski risaeðla inni í þessu. Þú ert mjög sæt, en ég þarf að finna stærri. Það það sem ég þarf. Ó, ég þarf að fara. 42, 43. Þetta lítur ekki út eins og risaeðlu leikfang. En bíddu, kannski eitthvað inni í þessu. Ó, það náðu þér, litla risaeðla. 44. Þetta það sem ég þarf. 45. Ó, ég held að ég hafi fundið nokkrar risaeðlur. +3. 46. 47. 48. Aðeins 2 risaeðlur eftir að finna. Síðustu 2 risaeðlurnar eru hér. Ok. Húrra! 49. Já, ég fann síðustu. 50. Tíminn búinn. Ég fann ekkert. Tími til að telja saman og skoða lokaniðurstöðurnar. Niðurstöðurnar eru Eva 14, Alice 14 og Alex 22. Til hamingju, þú vannst. Bíddu, vann ég í alvöru? Vel gert, Alex. Frábært starf, Alex. Ég vann, en við skulum öll leika saman. Yeah! Því það mikilvægt að deila með öllum vinum sínum.
Munið, það snýst ekki bara að vinna. Það snýst að hafa gaman saman. Eva, hvað ertu að gera? Hættu. Halló. Eva, ertu að ganga í svefni? Nei, Eva, við verðum að fara þessa leið. Ó, Eva, förum tilbaka. Komdu, Eva, varlega, þessa leið. Ew. Ó nei, Eva. Ég ætti að loka hurðinni svo Eva fari ekki aftur út. Hvað þetta? Hver skildi þetta eftir? Hver gerði allan þennan óreiðu? Ó nei. Hættu. Bíddu, Eva, komdu með mér. Engin svefnganga meira, Eva, það hættulegt. Ó, hvað þetta á andlitinu þínu? Þetta ekki gott. Leyfðu mér að taka þetta af þér. Það miklu betra. Ég þarf að finna leið til að halda henni í rúminu. Ég veit.
Hvað er þetta hljóð? Stopp, þú þarft að sofa. Hættu því. Ég verð að passa að Eva haldist í rúminu sínu. Ég held að ég hafi hugmynd. Byrjum. Ég verð hér til að hafa aura með Evu og passa að hún haldist í rúminu. Ó nei, Eva er ekki hér. Eva, hvar ertu? Hurðin er opin. Eva, hættu strax. Allt í lagi, þetta er nóg. Komdu með mér. Þessi lavender rúmúði mun hjálpa Evu að sofa betur og róa hana. Sofðu rótt. Og flottar hreyfingar. Eva er að ganga í svefni aftur. Nei, Dasha, bara að grínast. Ekki lengur. Það er gott. Eva, útskýrum hvað svefnganga er. Svefnganga er þegar manneskja gengur eða gerir eitthvað meðan hún sefur. Og þegar hún vaknar man hún ekkert. Útskýrum hvað á að gera ef þú sérð einhvern ganga í svefni. Vertu rólegur og talaðu lágt. Ekki hræða eða öskra á manneskjuna. Hjálpaðu þeim varlega aftur í rúmið. Ef mögulegt er, kallaðu á fullorðinn til aðstoðar. Ekki hrista eða ýta við manneskjunni. Svefngengill gerir þetta ekki viljandi. Allt sem þau þurfa er smá hjálp. Hei Eva, förum að leika saman.